Ragnar Grímsson ætlar að gefa kost á sér áfram í embætti forseta Íslands. Ólafur tilkynnti þetta í dag en hann útilokar ekki að láta af embætti á miðju kjörtímabili þegar stöðugleiki hefur skapast í stjórnskipan og stjórnarfari landsins. Höskuldur Kári Schram segir frá. Ólafur ákvaði í síðustu viku að endurskoða ákvörðun sínum að hætta eftir að hafa tekið á móti undirskriftalista með tæplega 31.000 áskorunum. Ólafur segir meðal annars að ríkjandi óvissa með stjórnskipan lýðveldisins og stöðu forsetans valdi því að hann hafi ákveðið að gefa áfram kost á sér. Þá hafðuðu menn til þess að það væri svona vissan hátt skylda mín, eins og margir orðuðu það, að fara þá ekki af velli við þessar aðstæður, heldur skapa þau skilyrði ef að það væri vilji þjóðarinnar að ég stæði þessa vakt einhvað enn í ljósi þessar óvissu, en jafnframt setji þann fyrirvara skýrt í yfirlýsingunni að þegar óvissunni verður eitt vonandi fljótlega á næstu misserum innan örfára ára, að þá muni þjóðin sína því skilning ef að ég tel þá rétt líka með tillit til þessara röksemda sem beitt nú að ég hverfi þá til annarra starfa áður en að kjörtímabilinu lokið og forsetakosningar fari þá fram fyrir nöðla. Fyrirhugaðar breytingar á stjórnarskráni skapi mikla óvissu hlutverk forseta embættisins og erfitt sé fyrir forseta frambjóðendur að ganga til kosninga undir þessum kringumstæðum. Þessar óvissu sem í þjóðmálum, stöðu flokkakerfis, umræðunar fullveldi Íslands og stöðu okkar á alþjóðavettvangi, að þá viti þjóðin að ég sé reiðubúin að taka sjálfstæða ákvörðun, jafnvel þó hún gangi gegn hagsmunum ríkisstjórnarflokka eða meiri hluta Alþingis ef það er í þágu þjóðarinnar, en ólíklegt sé að nýr forseti á allra fyrstu misserum taki slíka áhættu af þeim óvinsældum og þeim árásum sem ég til dæmis var nú fyrir þegar ég tók þær ákvarðanir. Ólafur segir að óvissan hafi aukist frá áramótum og aðstæður tekið verulegum breytingum. Ólafur vísar einnig til mikilvægi þess að standa vörðum málstað þjóðarinnar á alþjóðavettvangi. Hann sjálfur hafi talað máli Íslands í viðtölum við erlenda fjölmiðla. Treystir þú ekki öðru fólki til þess að sinna þessum verkefnum og standa vörðum þessa hagsmuni sem þú talar um? Jú, vissulega ger ég það. Og kannski er engin gladari en ég ef að það myndaðist nokkur ríkur vilji þjóðarinnar á bakvið það að einhver annar myndi standa þessa vakt á næstu misserum og næsta kjörtímabili. Forsetakosningar fara fram 30. júní næstkomandi. Tveir eru þegar búnir að lýsa yfir framboði, Jón Lárusson, lögreglumaður og Ástór Magnússon, athafnamaður. Ólafur Ragnar bættist í þennan hóp í dag og að óbreyttu verða því 3 í kjöri í forsetakosningunum í lok júnímánaðar. Ólafur Ragnar Grímsson tilkynnti í dag að hann gæfi kost á sér til endurkjörs. Nái hann kjöri útilokar hann ekki að hætta áður en næsta kjörtímabil rennur út. Ólafur segir að óvissa í þjóðmálum og átökum fullveldi landsins hafi haft áhrif á ákvörðun sína. Sitjandi forseti hefur aldrei áður í sögu lýðveldisins tekið ákvörðun á borð við þá sem Ólafur tilkynnti í dag, í raun að hætta við að hætta. Það er alveg rétt, enda eru aðstæður nú allt öðruvísi því miður heldur en voru á fyrri tíð. Ólafur segist hafa fundið fyrir þrýstingi til að endurskoða sína ákvörðunum að hætta, til dæmis vegna óvissunar stjórnskipan landsins og stöðu forsetans í stjórnarskrá. Á næstu misserum þurfum við að fá niðurstöðu, Alþingi þurfum við að lýsa sínu vilja. Vonandi verður þessari umræðu lokið einhvern tímann á næstu misserum, þannig að það liggi skýrt fyrir hver stjórnskipun landsins á að verða til næstu framtíðar og hver staða forsetans verður í henni. Og þá gæti Ólafur hætt í embætti eins og hann segir reyndar í yfirlýsingunni. Hann biður skilning á því ná hann kjöri og ákveði svo að hverfa til annarra verkefna áður en kjörtímabilið er úti. Það hefur aldrei gerst áður og myndi þýða að kjósa þurfti nýjan forseta fyrir það sem eftir væri af kjörtímabilinu. Ein ástæða þess að Ólafur ákveður að gefa afturkost á sér segir hann vera átökin fullveldi Íslands. Þar á hann við umræðuna aðild að Evrópusambandinu. Ég tel að forsetinn geti ekki setið hjá þegar kemur að því að taka ákvörðun framtíðarskipan fullveldis Íslands vegna þess að hann er æðsti kjörni fulltrúinn sem það fullveldi hefur leitt fram á völlin. Hins vegar liggur ekki alveg fyrir núna hver spurningin verður þegar þessum viðræðum lýkur, en hitt er ljóst að ég er fyrsti forsetinn sem býr við það að framtíðarskipan fullveldis Íslands er orðin alvarlegt dagskráraatriði.